Sigurbjörg Gunnarsdóttir heiti ég og ég forstöðukona í Smárakirkju. Við langar til þess að bjóða þig velkomin í hlaðvarpið okkar, en hér ætlum við að tala uppbyggjandi og hvetjandi orð. Ég vona svo sannarlega að þetta blessi þig og hvetji þig áfram til að gera góða hluti í lífinu. Amen. Takk fyrir að bjóða mér hérna einu sinni enn. Yndisleg lofgjörðin. Og ég segi nú eins og Sigurbjörg Gunnarsdóttir, ég er bara mjög snortin. Bara andi Guðs í húsinu. Jesús, vilt þú tala hér í dag? Takka þér fyrir orðið sem þú gafst mér og ég þakka þér fyrir það fólk sem þú vilt að heyri þetta orð og vilt þú fylgja því eftir. Takk, amen. Amen, amen. Það er margt í lífinu sem er ekki í okkar höndum eða bara á okkar valdi. Við gerum plön sem oft ganga upp en stundum ekki. Og jólasagan kennir okkur margt um það. María gat ákveðið að fylgja Guði og fylgja Guði heilshugar. En svo gerðust hlutir í lífi hennar sem hún bað ekki og hana langaði ekki endilega til að takast á við. En hún bara gat ekkert annað. Og stundum höfum við ekki val annað en að halda áfram. Ég þekki ungan mann sem á foreldri sem greindist með langvinnan sjúkdóm sem mun, ef ekkert breytist, draga foreldrið til dauða. Og þegar sagt var við þennan unga mann að foreldrar hans væru svo duglegir, þá sagði hann, þau geta ekkert annað. Þau hafa ekki val neitt annað. María var mjög dugleg, en hún bara gat ekki annað. Og það getur vel verið að hún hafi spurt af hverju leyfir Guð þetta. Stundum lendum við í einhverjum kringumstæðum og við skiljum ekki af hverju við erum á þeim stað sem Guð þar sem við erum og af hverju Guð gerir ekki eitthvað og við fáum kannski engin svör. Og það sem við verðum að velja þar að halda áfram. Og þið þekki söguna hvernig engill birtist Maríu og sagði henni að hún yrði barnshafandi og hún varð ólétt og ófrísk. Mér finnst það svo skemmtilegt þegar verið var að þýða Biblíuna og menn voru að deila einhver orð og þá var einn ágætur maður sem sagði, sko einu sinni varð María barnshafandi, einu sinni varð hún ófrísk og svo varð hún ólétt og hún var þunguð. Það vita allir hvað kom fyrir Maríu. Skiptir þetta alveg öllu máli. En þið vitið sem sagt hvað kom fyrir Maríu. Og þegar hún sagði Jósef frá því hvað kom fyrir hana, þá trúði hann ekki. Og það var ekki á hennar valdi að breyta því. Hún gat sagt honum hvað hefði gerst. En hún gat ekki stjórnað hans viðbrögðum. Þau voru bara ekki í hans höndum. Og stundum er lífið svona. Stundum eru hlutirnir bara ekki í okkar höndum. Biblían segir ekki að María hafi beðið og fastað fyrir Jósef og allt það. En það er mjög líklegt að hún hafi beðið. Vegna þess að henni var brugðið. Og það er svo frábært. Ég þekkti einu ömmu, hún er farin til drottins, sem sagði einu sinni við barnabarnið sitt, það skila meiri árangri að tala við Guð þig, heldur en að tala við þig Guð. Og þetta er leiðin sem við förum þegar við ráðum ekki við fólk, þá tölum við drottinn, af því að hann ræður við fólk. Og stundum er bænin eina leiðin sem við höfum, en hún er líka leið. Og að sleppa takinu á því sem við getum ekki stjórnað, getur verið svo ótrúlega mikill léttir. Og þá er gott að trúa á Guð, þennan æðri mátt sem er æðri okkur sjálfum, sem vill okkur alltaf vel og mun hjálpa okkur þegar við hættum að flækjast fyrir. Á einhverjum tímapunkti hlýtur María að hafa ákveðið að hætta að flækjast fyrir.
Þegar aðferðirnar sem hún beitti dugði ekki lengur, þá varð hún að stíga til hliðar og þá varð hún að hleypa Guði að. Og þegar við stöndum frammi fyrir aðstæðum sem eru okkur megn, og það eru ótal hlutir sem við getum ekki stjórnað, þá er stundum gagnlegt bara að hugsa hverju get ég stjórnað. Og náttúrulega ef við viljum endilega stjórna, þar að segja. En það hjálpar oft að í staðinn fyrir að vera upptekin af öllu því sem við getum ekki stjórnað, að hugsa bara á hverju hef ég mögulega stjórn. Einbeittu þér að því sem þú getur stjórnað og slepptu takinu á hinu. Hverju gátu María og Jósef stjórnað? Þau gátu til dæmis stjórnað því að María færi með Jósef til Betlehem. Og eftir ótal lokaðar dyr, þegar þau vantaði gistingu, þá gátu þau ekki annað en sleppt takinu og ef til vill spurt, hvernig ætli Guð muni hjálpa okkur? Í staðinn fyrir að hrópa drottinn, hjálp, bara við erum í hendi hans, þá verður fróðlegt að vita hvernig hann leysir þessi mál. Og hann opnaði þeim dyr inn í fjárhús og það var sko vissulega ekki leiðin sem þau hefðu valið. Þau örugglega bara sá hann ekki. Málið er nefnilega líka þetta, þegar við erum að reyna að stjórna öllu, þá sjáum við oft ekki hvaða dyr eru opnar. En það skipti engu máli þó að María myndi fæða barn í fjárhúsi, þau ætluðu ekki að setjast þarna að. Þau voru ekki að fara að sauma gardínur og teppalegja. En í fjárhúsinu höfðu þau næði. Og í fjárhúsið voru fjárhirðar velkomnir. Og það var bara eðlilegt að þeir kæmu þangað. Þeim hefði aldrei verið hleypt inn í gistihús. Þeir voru fátækir. Þeir voru örugglega illa lyktandi, sennilega sama lyktin af þeim og af kindunum sem þeir voru að passa. Þið viti hvaða lykt það er ef þið hafi einhvern tíma komið inn í fjárhús. En þarna í fjárhúsinu, innan öll litlu lömbin, fæddist lamb Guðs. Ef til vill gættu fjárhirðarnir úti í haga lamba sem yrði slátrað á páskaháttíðinni. Mörgum árum seinna yrði Jesús lamb Guðs sem yrði fórnað fyrir syndir mannanna. Og miðjanótt í kolniða myrkri þá stóð allt í einu engill hjá fjárhirðunum og sagði, yður er í dag frelsari fæddur, sem er Kristur drottinn í borg Davíðs, og hafið þetta til marks, þið munuð finna ungbarn, reifað og liggjandi í jötu. Ef til vill fæddust fleiri börn í Betlehem þessa nótt, en það var bara einn sem fæddist í fjárhúsi. Stundum biðjum við Guð hjálp og við erum búin að ákveða hvernig Guð eigi að svara bæninni. Og við getum staðið við gistihúsdyrnar og bankað og bankað og bankað, en gistihúsið er alveg jafn fullt hversu lengi sem við böngum. Og það eina sem gerist er við þreytum okkur sjálf. Og á hvaða tímapunkti uppgötvum við að þessar dyr muni ekki opnast? Hvað þarf að gerast innra með okkur sjálfum til þess að við viðurkennum vanmátt okkar og til þess að við viðurkennum að við stjórnum bara ekki öllu? Þegar fólk á við alkóhólisma að stríða, þá er talað að fólk þurfa að finna botninn sinn. Við þurfum bara öll á einhverjum tímapunkti að finna okkar botn. Vegna þess að það er þá sem Guð kemst að. Það er þá sem áætlunin sem Guð hefur fyrir líf okkar fer í gang. Og það er bara ákveðin léttir að sleppa takinu. Það er ákveðin léttir að þurfa ekki að stjórna öllu. Vegna þess að þegar við stjórnum ekki öllu, þá berum við heldur ekki alveg alla ábyrgðina. En það er ekki alltaf auðvelt. Það er bara hunderfitt
að láta af stjórnseminni, að kyngja eigingirninni og egóinu og að játa sig sigraðan og að gefa Guði togstreituna. Af því að það fylgir því líka heilmikil togstreita að reyna að banka á einhverjar dyr eða sparka þeim upp þegar þær eru lokaðar og þær eru ekki að fara að opnast og hvaða stáltá sem við erum með, þá bara eru þær alveg að lokaðar og við gerum ekkert annað en að svekkja okkur sjálf. Í Jakobsbréfinu, og það er enda líka í fyrra Pétursbréfi, sama setningin, auðmjúkum veitir hann náð. Það stendur dramblátum stendur hann í gegn. Það er að segja hrokafullum stendur hann í gegn, en auðmjúkum veitir hann náð. Haldiði að sá sem skrifaði þessi orð hafi ekki vitað hvað hann var að tala. Hvaða togstreitu ætli það hafi kostað að komast á þennan stað, að geta andað djúpt og sagt, þetta hef ég lært, að hrokin er ekki að hjálpa mér og auðmjúkum veitir hann náð. Og ég fann náðina þegar mér tókst að beygja mig. Ég fann náðina þegar mér tókst að láta af stjórnseminni og hleypa Guði að. Í 2. Samúelsbók er saga í 11. kafla, ekki af hjónum, þau reyndar urðu hjón, af konungi og konu sem hét Batseba, sagan af Davíð og Batsebu. Davíð varð ástfanginn af konu sem var ekki hans. Og hann tók hana sér fyrir konu, þar að segja, hann var kóngurinn og kannski hugsaði hann bara ég á þetta og ég má þetta. Og hann barnar þessa konu á meðan maðurinn hennar er á vígvellinum að berjast fyrir Ísrael. Og Davíð ætlaði bara að stjórna atburðarásinni. Þegar Batseba sendur honum skilaboð og segir ég er ófrísk, ólétt, barnshafandi eða þunguð. Ég veit ekki alveg hvaða orð hún notaði, en hann skildi hvað hefði komið fyrir og hann vissi að hann bara ábyrgði á þessu. Þá kallar hann manninn hennar heim úr stríðinu og svona undir því yfirskinni að spyrja frétta. Og svo reiknar hann bara með því, það er það sem hann hafði planað til þess að breiða yfir sína eigin synd og sína eigin skömm og það er það sem við gerum. Við reynum að fela klúðrið okkar. Við reynum að bjarga andlitinu. Og hann kallar hann heim og síðan reiknar hann með því að maðurinn fari bara heim til Batsebu og þá væri bara eðlilegt að hún væri orðin ólétt, þunguð eða hvað sem þið kallið það. Allt í lagi. Nema hann var svo heilshugar, maðurinn hennar, hann var svo heill gagnvart hernum og gagnvart stríðinu og hann sagði þeir gista bara einhverstur út á víðavangi, þeir eru í þessum aðstæðum á ég þá bara að fara heim til konuna minnar. Og þetta var ákveðin ádeila á Davíð. Konungar voru vanir að fara í stríð á þessum tíma. Af hverju í veröldinni fór Davíð ekki með þeim? Af hverju satt hann bara heima og sendi herinn í stríð? Það er ákveðin brottur í þessu þegar hann segir mínir menn eru bara þarna og þeim líður ekki vel og ég þá bara fara heim og þvo rykið af fótunum mínum og vera með konunni minni. Þannig að hann fór ekki heim. Og Davíð gerir ítrekkaðar tilraunir til þess að reyna að koma manninum heim til konuna sinnar af því að það skiptir Davíð máli en maðurinn fór ekki. Og það endar með því að Davíð tekur plottið bara aðeins lengra og hann sendir mannin í rauninni með sinn eigin dauðadóm í höndunum. Hann sendir hann með bréf til hershöfðingjans og segir láttu þennan mann vera fremstan, láttu hann vera þar sem sterkustu hermennirnir eru í óvinaliðinu til þess að hann falli. Það hversu heilsugar Úría var, það kostaði hann lífið. Og hershöfðinginn hlýðir Davíð og Úría lætur lífið. Og þar með heldur Davíð að hann sé laus allra mála. En aldeilis ekki, vegna þess að einn daginn þá kemur spámaður til Davíðs. Natan spámaður kemur til Davíðs og hann segir honum ekki strax hvað Guð hafi sagt honum, en hann segir honum ákveðna sögu. Og hann segir við hann,
Einu sinni var ríkur maður sem átti alveg fullt af sauðum og fullt af nautgripum. Og í sömu borg var fátækur maður og hann var svo fátækur að hann átti bara 1 lamb. Svo kemur gestur í heimsókn til ríkamannsins. Og þá tímdi ríkimaðurinn ekki að slátra einu dýri til þess að gefa gestinum að borða. Þannig að hann tók eina lambið sem fátæki maðurinn átti, slátraði því og matreiddi það og gaf honum að borða. Og Davíð varð misboðið þegar hann heyrði þessa sögu. Og hann sagði, maðurinn er dauðasekur. Þú veist, þetta svona gera menn ekki. Þá segir Davíð, hann bara negld hann. Þú ert maðurinn. Og svo kemur bara, svo segir drottinn, hef ég ekki gefið þér, og svo kemur bara löng upptalning á öllu því sem Guð hafði blessað Davíð með. Og svo segir Guð við hann, og hefði þetta ekki verið nóg, þá hefur bara getað beðið mig meira. Þú gekkst of langt. En svo segir hann, en Guð hefur fyrirgefið þér. Natan segir við hann, Guð hefur fyrirgefið þér. En drengurinn, þetta var löngu áður en sónar var fundin upp, drengurinn sem Batseba gengur með, mun deyja. Ótrúlega sárt. Svo fæðist drengur og hann fæddist lifandi. Og við vitum ekki hversu gamall hann var þegar hann veiktist, en það stendur að hann hafi veikst. Og Davíð, örugglega með samviskubit, leið illa yfir þessu, bar ábyrgð á þessu klúðri öllu frá upphafi til enda. Hann þekkti drottinn og hann hafði iðrast og hann fer að fasta og hann fer að biðja og hann leggst bara á jörðina og hann sefur á jörðinni. Þetta var konungurinn, hann var áhyggjufullur og hann bað Guð að þyrma lífi barnsins. Þjónar Davíðs höfðu áhyggjur af honum. Þeim fannst hann bara orðinn stór skrítinn og þeir höfðu áhyggjur af því bara að Davíð myndi bara ganga af göflunum. Svo dó barnið, eins og Natan hafði sagt. Og þjónar Davíðs, þeir þorðu ekki að segja honum frá því. Og þeir hugsuðu bara hann á eftir að fremja voðaverk. Og þegar maður reyna að lesa í hvernig leið Davíð og bara hvernig var hann í háttum, hann var greinilega mjög ólíkur sjálfum sér og þjónarnir höfðu áhyggjur af því að hann myndi skaða sjálfan sig. Þeir voru hræddir við afleiðingarnar þegar Davíð myndi frétta að Guð hefði ekki bænheyrt hann. En þetta var eitthvað sem var ekki þeirra höndum. Þeir gátu ekki stjórna þessu. Svo tók Davíð eftir því að þeir voru eitthvað að hvíslast á. Og hann las rétt í látbragði þeirra. Hann dró rétta ályktun og hann spurði, er drengurinn dáinn? Og dauðhræddir, þá segja þjónarnir, já. Þá reis Davíð upp og fékk sér að borða. Og þetta fannst þjónunum stór undarlegt. Þeim fannst nú hitt skrítið, en ég held að maður þó þetta ennþá undarlegra. Og þeir spurðu hann, býtu alveg augnablik, þegar barnið var á lífi, þá baðistu og þú borðaðir ekki og þú syrðir. Og núna þegar það er ástæða til að gráta, þá rístu upp. Hvað er að þér? Og þá kom skýringin. Og Davíð sagði, ég hugsaði bara á meðan barnið er á lífi, þá er von. En nú er hann dáinn og ég fæ því ekki breytt. Ég verð að halda áfram. Og stundum er það eina sem við getum gert. Þegar lífið fer aðra leið en við hefðum valið og kosið, þegar við fáum stormin í fangið eða það er eitthvað sem gerist sem hryggir okkur og brýtur okkur niður, þá höfum við bara valum eitt og það er að halda áfram. Og Davíð, það segir að Davíð hafi huggað Batsebu og hún varð ófrísk aftur. Ég var alveg svona, já, allt í lagi, en hún eignaðist annan son því að lífið hélt áfram. Og þetta hafa kynslóðirnar lært. Þetta hafa forfeður okkar lært. Og það hefur ekki alltaf verið auðvelt. Og það hefur stundum verið sárt. En
Í orðskviðunum stendur beindu augum þínum fram á við. Og það svo margt, það eru svo mörg viskukorn, svo víða í Biblíunum, við heyrðum lesið úr orðskviðunum hérna áðan, þegar þú færð storminn í fangið og þegar þú hugsar, það var allt svo miklu betra hérna áður fyrr, þá segja orðskviðirnir, horfðu fram á við. Beindu augum þínum fram á við og sjónum þínum að því sem framundan. Og það skiptir máli. Og svo var einhver snillingurinn sem sagði lífið eins og laukur, þú flettir utan af honum og færð stundum tár í augun. Og það bara þannig og það í lagi, það má fá tár í augun og það má gráta og stundum liggur og oft reyndar liggur lækningin í gegnum sársaukan. Þegar við finnum til, þá höfum við tilhneigingu til að reyna að fara yfir sársaukan eða undir hann eða framhjá honum þegar lækningin liggur í gegnum sársaukan. Og það einhvern veginn það að leyfa sér að staldra við þegar sársaukin kemur og fara í gegnum hann. Það einhver lækning þarna vegna þess að hann kemur og hann fer. Svolítið eins og hungur tilfinning, ég veit ekki hvort þið hérna eru eins og ég fæ mér ekki alltaf að borða þegar ég svöng. Og ég búin að uppgötva það að ef maður stenst einhverja freistingu þá fer hún. Svo getur hún auðvitað komið aftur. En sársaukin svolítið svona. Hann getur komið og hann klárlega kemur en hann fer. Og það svo mikilvægt að muna þegar okkur líður ekki vel að okkur á ekki alltaf eftir að líða illa. En það eru margir sem syrgja og sakna þessi jól. Það fullt af fólki sem hefur kvatt á árinu. Það fullt af fólki sem heldur jól við einhverjar aðrar aðstæður en það var búið að plana. Og lífið verður kannski aldrei eins, en það getur orðið gott aftur. Bara öðruvísi. Og sá sem samdi æðruleysisbænina, Guð gefi mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli, það var einstaklingur sem hafði lært að gefast upp. Það var einstaklingur sem hafði sleppt takin á því sem hann gat ekki stjórnað. Í predikaranum stendur að allt hafi sinn tíma og öllu sé afmörku stund. Og einhver tíman breytist eitthvað í lífi okkar allra. Notum tíman á meðan við höfum hann. Hittum fólk, ræktum vináttuna, leggjum okkar á mörkum. Þá getum við litið tilbaka, sátt og hugsað, ég nýtti tækifærin sem Guð gaf mér. Ég nýtti tíman sem Guð gaf mér. Og ég ætla að enda á að segja ykkur stutta sögu sem ég heyrði núna í vikunni. Það var ungu maður sem fékk símtal frá mömmu sinni sem bjó út á landi. Hann hafði flutta heiman í annað bæjarfélag fyrir mörgum árum og bara til þess að láta draumana rætast eins og ungt fólk gerir. Hann fór í skóla, kom sér upp fjölskyldu, stofnaði fyrirtæki og vann bara mjög hart að starfsframa sínum. Og hann hafði varla tíma til þess að sinna konunni sinni og litla stráknum sínum. En svo hringir mamma í hann einn daginn til þess að segja honum að gamall fjölskylduvinur sem hét Jón væri dáinn. Og sonurinn segir dáinn? Ég held hann væri löngu dáinn. Hann hafði ekki komið á heimaslóðurnar sínar í mörg ár og minningarnar flugu í gegnum hugan hans. Þegar hann var lítill, þá var hann vanur að hitta þennan Jón á hverjum degi. Því að Jón bjó við hliðin á fjölskyldunni og drengurinn hafði bara oft labbað yfir til hans til að spjalla. Sjálfur hafði strákurinn mist pappa sinn þegar hann var ungur og Jón var honum svona ákveðin föðurímynd sem var bara gott að leita til. En nú var hann farinn. Og ungi maðurinn ákvað að fara heim og fylgja honum til grafar. Og hann gerir það, fór á jarðarförina sem var
bara mjög fábrotin af því að Jón átti engin börn og flestir ættinginans voru dánir. Og strákurinn sest eftir jarðarförina og fer að spjalla við mömmu sína Jón og þau eru svona að rifja upp minningar. Og þá segir sonurinn mömmu sinni frá litlu boxi sem var alltaf á skrifborðinu hans Jóns sem honum fannst mjög forvitnilegt. Og hann hafði oft spurt hann hvað í þessu litla boxi. Og Jón hafði alltaf svarað það dýrmætasta sem ég á. En hann sýndi honum aldrei hvað var í boxinu. Og svo velti ungi maðurinn fyrir sér hvað ætla að orðið þetta box og hver ætla að eigi það núna. 2 vikum eftir jarðarförina þá fékk hann sendingu með póstinum. Það var lítill kassi sem leit út fyrir að hafa verið sendur fyrir 100 árum. Hann var svona snjáður og lúinn. Og það var erfitt að lesa hvað stóð utan á kassanum en það stóð frá Jóni. Og ungi maðurinn opnaði kassan og inn í honum var boxið góða sem alltaf hafði staðið á skrifborðinu hans Jóns. Og það fylgdi bréf sem í stóð: sendi þetta til vinar minns eftir minn dag og fyrir neðan þetta það dýrmætasta sem ég á. Og svo var meðfylgjandi lítill lykill sem gekk að boxinu. Og ungi maðurinn, hann opnaði boxið spenntur og ofan í boxinu var fallegt gullúr í keðju. Og þegar hann opnaði það, þá sá hann áletrun inn á lokinu og þar var nafn ungamannsins. Og svo stóð: þakka þér fyrir tímann þinn vinur Jón. Og ungi maðurinn hugsaði: tíminn og tíminn minn var það dýrmætasta sem þessi maður átti. Og hann tók upp símann, hann hringdi í fyrirtæki sitt og sagði: ég farin í frí í nokkra daga. Ég ætla að verja tíma með konunni minni og syni mínum. Munum að öllu afmörkuð stund. Dag einn breytist eitthvað í líf okkar. Við vitum það, en stundum gott að vera minntur á það á meðan tími til. Tíminn núna. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú ert hérna hjá okkur. Og ég þakka þér fyrir þessi orð sem þú gafst fyrir þennan dag og þessa stund. Viltu minna okkur á það fólk sem þú vilt að við hittum. Viltu minna okkur á hvað við getum gert til þess að nýta tíman okkar. Og hjálpað okkur að nýta tíman líka fyrir þig. Því að dag einn stöndum við frammi fyrir þér. Ábyrg tímans sem þú gafst okkur. Ég þakka þér heilagur andi fyrir að þú ert hér og þú talar og ég bara lofa þig. Ég lofa þig, Jesús, fyrir að vera alltaf til staðar. Og ég þakka þér líka fyrir lokuðu dyrnar. Ég þakka þér fyrir lokuðu dyrnar sem hafa leitt okkur eitthvert sem okkur grunaði ekki að við myndum nokkru sinni fara. Þakka þér, Drottinn minn, fyrir að lífið okkar í þinni hendi. Verði þinn vilji í Jesú nafni. Amen. Ég hveti til þess að stilla inn á okkur með reglulegum hætti því að hér verður alltaf eitthvað nýtt á nálinni. Takk fyrir að hlusta.